Undan kveldum skildi Eyjafjallajökuls teygja Eyjafjöllin sig suður og vestur. Þegar við ökum hinn 40 km spör þjóðvegarins meðfram fjöllunum, sjáum við lítið annað en snyrtileg býli undir háum Hamrahlíðum. En hér stór og blómleg sveit, hreinræktað landbúnaðarhérað, söguslóðir að fornu og nýju. Austasti bær sveitarinnar Eystri skógar. Þar bjó Þrasi landnámsmaður sem talinn hefur verið heldur þjóðsagnakennd persóna þar til nútímavísindi komu til sögunar. Hann og granni hans, Loðmundur og Sólheimum, veittu vatnsfalli á milli sín yfir lönd og lendur, uns þeir urðu sammálum að láta kyrrt vera á miðju. Þetta Jökulsá á Sólheimarsandi og nú mönnum ljóst að þeir grannar hafa í fyrsta sinn séð jökulhlaup og trúað því að galdrar réðu. Þessi á sakleysislega sjá en þó mun hafa orðið fleiri mönnum að aldrutila en flest önnur vatnsföll á Íslandi. Því hafa einatt valdið snögg og óvænt jökulhlaup. Í Stórumörk eru efstu og vestustu bæir sveitarinnar. Þar hefur löngum verið stórbýli og hlaðið þar lá til skamstíma vegurinn inn í Þórsmörk. Á söguöld bjó þar Ketill Sigfússon, Ketill í Mörk. Frá Mörk blasir Stóra Dímon við. Hún nefndist í Njálssögu Rauðu skriður. Þar var vettfangur mikilla vígaferla og þar sátu Njálssynir fyrir Þráni, bróður Ketils, hann var að koma úr veislu í nágrenninu ásamt mönnum sínum. Þeir leyndust í klettunum og réðust að óvinum sínum á ísi sem var á fljótinu. Þar féll Þráinn. Ketill átti saftabinda enda var hann mágur Njálssona og væri hvert Nóbelsskáld samtímans fullsæmt af þeim kafla Njálssögu einum sem þetta mál fjallar. Markarfljót, eða fljótið, hefur verið einn mesti örlagavaldur sveitarinnar. Það var brúað 1934 og brúin var þá lengsta steinsteypta brú landsins. Það hafði ekki aðeins verið mikill farartálmi, heldur hafði það valdið svo miklum usla á landinu að til landauðnar horfið á stundum. Það bylti sér fram og aftur, stundum rann það austur með fjöllunum, stundum niður sveitir. Á kreppuárunum réðust menn svo í það stórvirki að hemja það með varnargörðum. Nú rennur það í farvegi sínum og smám saman munu aurar þess grófa upp og verða blómleg sveit. Árnar undir fjöllunum eru yfirleitt stuttar og verða mjög vatnsmiklar í leysingum. Þær hafa nú flestar verið hamdar á sama hátt og fljótið. Blómleg býli hafa orðið fórnarlömb vatnsfallanna og hafið hefur einnig hjálpað þar til eins og á Stóruborg. Þar var mikið stórbýli og kirkjustaður fyrr á öldum og þar gerðust atburðir hafa orðið kveikja mikillar sögu. Í sumar var þar uppgröftur fornleifa og hafa þarna fundist margir gripir sem varpa ljósi á líf fólksins í aldanna rás. Munirnir eru fluttir að skógum, þar sem sumarhótel rekið í héraðsskóla Rangæinga og Skaftfellinga og þar einnig byggðasafn þeirra. Man also dann nachts die Becken immer als Wohnzimmer mit drei. Í safninu ræður ríkjum Þórður Tómasson, kennari og fræðimaður sem af ódrepandi áhuga og dugnaði hefur unnið safninu frá stofnun þess. Ferðamenn láta ekki undir höfuð leggjast að skoða safnið, enda kann Þórður skil á hverjum hlut og sögu þeirra flestra. Und das werden wir also gleich und in vielen Zeiten uns benutzt, aber jetzt wird es nur benutzt, die Sanddünen zu befestigen. Meðal dýrgripasafnsins eru munir frá Stóruborg. Fyrsta byggðin í Stóruborg hefur staðið vestan undir hólnum, þar niðri sem nú farvegur Bakkakotsár og tré hefur verið aldursgreint frá þeirri rúst og það bendir til þess að hún sé frá landnámsöld. Frá þeirri rúst eru bein sem ég hér með úr svíni, það svínstönn eða galdartönn og brot úr kjálka. Og
það meira af slíkum beinum að finna. Hér önnur myndarleg galtartönn frá Stóruborg. Eitt af merkilegasta sem hefur rekið á fjörurnar, ef svo má segja, í Stóruborg, það eru skór sem hljóta að vera innfluttir skór, væntanlega frá miðöldum, og hér liggur fyrir heill skór sem fundinn í sorphaug bæjarins, og erfitt að giska á aldur hans, en ég myndi ætla að hann gæti verið kannski frá því 1400. Þetta skýrist við nánari rannsókn sem hlýtur að verða gerð með samanburði við til dæmis hluti frá Norðurlöndunum. Merkilegast var nú kannski að finna þarna lítinn barnskó. Það var svolítið erfitt að koma þessum barnskó upp í þetta form sem hann í núna, því að hann var heldur illa til reika, en nú heldur hann sinni lögun. Stóraborg þekktust vegna sögunar Önnu Vigfúsdóttur og Hjalta Magnússon sem Jón Trausti hefur gert ódauðleg í sögunni Önnu á Stóruborg. Í henni gerist Anna ástkona umkomulaus smaladrengs og elur honum mörg börn. Þetta var ekki aðeins frillulífsbrot, heldur kom á til að Anna var lögmannssystir og bróðir hennar hafði ætlað henni veglegt gjafvorð, vafalaust sem lið í valdabaráttu sinni. Anna fól ástmann sinn í helli allfjarri bænum þar sem erfitt var að finna hann og enn erfiðara að sækja hann heim. Í sögunni fær hún nágranna hellisins stein á fit til þess að færa Hjalta mat og blekkja þá sem urðu varir við mannaferðir við hellin. Í dag vandalaust að komast í hellin, en það var alls ekki vandalaust áður en kaðall var settur úr honum niður klettana. Úr hellinum átti fylgjast með mannaferðum og segir sagan að Hjalti hafi bjargað lögmanninum úr fljótinu sem þá hafi runnið hér fyrir neðan. Þessi litli hellir hefur verið nefndur Paradísarhellir, vafalaust vegna sögunar elskendurna, en ekki getur hann talist fýsileg vistarvera til langdvalar þótt fallegu sé. Við söguna því einu að bæta að vitað af fornum skjölum að Anna og Hjalti voru uppi á 16. öld, þau átti útistöðum við lögmanninn en sættust heilum sáttum við hann að lokum. Hellarnir undir Eyjafjöllum og í hömrum þeirra eru margir, sennilega óteljandi. Eitt þeirra Steinahellir sem langan tíma var þingstaður sveitarinnar. Hér gerðu bændur óvopnaða uppreisn gegn sýslumanni og amtmanni 1858 og höfðu sigur. Það var vegna deilu böðun gegn fjárkláða. Nú þessi hellir notaður sem fjárhús, eins og margir hellar undir Eyjafjöllum hafa verið notaðir. Inn af fjárhúshlutanum hlaða og áður en farið var að byggja útihús úr nútíma byggingarefni voru svona hellar ágætis vistarverur fyrir búsmala. Það vor, lítil lömb að stíga sín fyrstu skref á einu kaldasta ári aldarinnar á Íslandi. Það löngum þótt öruggasta dæmið að vor væri komið í sveitum á Íslandi þegar kýrnar eru leystar út. Í gleði sinni yfir því að margra mánaða inniveru lokið bregða þessar klunnalegu skepnur á leik og dansa grundirnar. Það ekki bara búsmalinn sem lifnar við með hækkandi sól. Líðir og grundir grænka og mikjöl dreift á tún. Vorannir blasa við hvert sem litið Stórvirkar vinnuvélar hafa hér sem annars staðar leyst mannshönd og afl af hólmi. Á nýræktina á Skógarsandi, þar sem stærsta tún á Íslandi, dreifa menn áburði í samvinnu.
Það vor hvert sem litið er. Verkun selskinna tilheyrir vorstörfum. Raunar hún orðin fremur sjaldgæf sjón, en selveiði hefur löngum verið talin til hlunninda á Íslandi. Selskinn voru í háu verði fyrir nokkrum árum, en hafa orðið verðminni vegna áróðurs friðunarmanna gegn selveiðum. Samt eru selveiðar enn stundaðar, þar sem þær eru fyrirhafnar minnstar. Selirnir eru varir sig þar sem þeir liggja upp á ströndinni. Það er ekki viðlit fyrir óvana að komast nálægt þeim. Leið og þeir sjá til mannaferða forða þeir sér í sjóinn og þrátt fyrir þunglamalega hreyfingar komast þeir undrahratt þegar mikið liggur við. Kýrnar eru rólegri og spakari. Eyjafjallasveit er landbúnaðarhérað og má segja að landbúnaður sé eini atvinnuvegurinn þar ef undan er skilin opinber þjónusta, svo sem skólar og vegagerð og svo þjónusta við ferðamenn á sumrinu. Beitiland er af skornum skammti og því er mjólkurframleiðslan þyngst á metunum. Það má raunar segja að fjós nútímans eigi lítið skylt við fjós fyrri tíma. Mjaltirnar í fullkomnustu fjósunum eins og á Þorvaldseyri minna á verksmiðjuframleiðslu. Þar er mjólkað í hluta fjóssins og kýrnar reknar þangað í hópum. Mannshöndin kemur aldrei nálægt mjólkinni. Fyrirfram ákveðnir skammtar kraftfóðurs koma í nútímalega stalla á meðan á mjólkum stendur svo kýrnar selji betur. Mjólkin streymir eftir lokuðu kerfi í tank þar sem hún er kæld og geymd uns mjólkurbíllinn kemur. Þegar búið er að taka sýni af mjólkinni, sem hún síðan er flokkuð og verðlögð eftir, er henni dælt á bílinn en án þess að mannshöndin komi nærri henni. Mjólkurbílstjórar hafa löngum þótt þarfir erindrekar viðskiptavina í sveitum. Þeir hafa verið mærðir ljóðum og vinsældir sumra þeirra hafa reynst þeim drjúgt veganesti á leið til mannvirðingar. En hvað sem því líður þá flytja mjólkurbílstjórar nútímans bændum ýmsan varning frá mjólkurbúunum til daglegra neyslu, mjólkurrétti sem áður voru heimatilbúnir en nú eru aðeins framleiddir í mjólkurbúunum. Þar sem mjólkurframleiðsla er mikil eins og hér og fjarlægð mikil til mjólkurbúsins 100 km, er mjólkinni safnað saman úr bílunum sem sækja hana heim á bæina
í einn stóran tankbíl sem síðan flytur hana í mjólkurbúið. Þetta sparar mikinn bílakost og íslensku malarveginir bjóða sannarlega ekki upp á að óþarflega margir bílar séu notaðir. Allir aðdrættir fara hér fram á landi svo veginir skipta miklu máli. Áður fyrr var vegagerðin eina vinnan sem bændur komust í til að afla sér aukatekna. Nú var hún unnin af fáum mönnum en stórvirkum tækjum. Þótt veginir hafi skánað mikið síðustu árin eiga þeir þó langt í land með að verða góðir og rykið sem þyrlast úr þeim yfir bæjarröðina til sívaxandi ama með aukinni umferð. Síðasta sumar var gerð tilraun með nýja aðferð til þess að binda slitlag vegana og reynist hún vel verður kærkomna samgöngubót að ræða. Flestir ferðamenn halda áreiðanlega að Eyjafjallasveit byrji við Markarfljót en það misskilningur. Nokkri bæjan eru vestan fljótsins, þar á meðal Borgareyrar, einn Hólmabæja. Hér býr Markús Jónsson sem langan aldur hefur stundað söðlasmíði. Raunar væri kannski réttar að kalla hann listamann en söðlasmið, hann hefur nefnilega aldrei lært til söðlasmíði. En slíkur listasmiður hann að hann hefur fengið þá viðurkenningu að verða prófdómar í iðninni og slíkt ekki heiglum hent. Á unga aldri var hann heilsulítill og þess vegna fór hann að reyna að vinna fyrir sér á þennan hátt í stað þess að fara í verið eins og jafnaldrar hans og þar er víst ekki að sjá eftir því. Eins og margir snjallir handverksmenn er Markús íhaldsamur á verkfæri og saumavélarnar sem hann notar eiga orðið langa sögu og þykir vafalaust fengur að þeim í byggðarsafninu í skógum í fyllingu tímans. Markús er löngu orðinn þekktur fyrir smíðar sínar og biðlistin hjá honum er langur. Það hindrar menn samt ekki í að panta þeir vita að þeir eru ósviknir af viðskiptunum, enda liggur við að Markús fari með föðurlegri alúð höndum gripi sína. Þennan söður smíðaði hann sem gjöf til konu sinnar. Sá siður er aflagður að fólk ríði í söðlum, en slíkur gripur er veglegt stofustás. En þótt menn ríði ekki lengur í söðlum, veitir hesturinn fólki enn yndi. Hlutverk þarfasta þjónsins hefur breyst í tímans rás. Nú er hann ekki lengur áburðar og dráttardýr, heldur félagi í tómstundagamni. Hestaíþróttin er orðin ein vinsælasta íþrótt landsmanna og hestamannafélög hafa sprottið upp jafnt í þéttbýli sem dreifbýli. Hér er það formaður Landssambands hestamanna Albert í Skógum sem leggur á gæðingana ásamt konu sinni og syni. Eyfellingar hafa löngum verið góðir hestamenn enda aðstaða til hrossaræktar góð í einni snjóléttustu sveit landsins. Á fyrri hluta 8. áratugs síðustu aldar hljóp hér grundir hestur sem orðið hefur tilefni mikillar sögu. Hann var rauður að lit og fallegur á velli, gæðingur góður. Hann átti heima hér. Þetta eru Brúnir, einn af Hólmabæjunum, nú komnar í eyði. Hér bjó Eiríkur Ólafsson á síðari hluta 19. aldar. Það mun ekki deilt að hann sé fyrirmynd Halldórs Laxness í Paradísarhreint að Steinari bónda undir Steinahlíðum. Hann var fylgdarmaður konungs, þjóðhátíðarárið 1874, seldi Valdimar prins hest sinn og heimsótti hann síðar í kóngsins kaupmannahöfn og gaf honum þá forláta hirslu. Gekk hann þá sali konungshalla og ræddi við kónga og drottningar rétt eins og gamla granna.
Þessi sérkennilegi bóndi, sem hríð varð mormónatrúboði, ólst upp hér í Hlíð, skammt austan Steinabæja, og hér landslag líkara því sem lesendur Paradísar heimtar kannast við. Að minnstakosti hér nóg af grjótinu og listilega hlaðnir garðar teygja sig brekkur. Það fer ekki á milli mála að þessi gömlu mannvirki féllu vel inn í umhverfi sitt. Hér var og grjót allar hlíðar sem fallið hefur úr hömrunum efra. Það var því ekki aðeins handhægt byggingarefni heldur fór saman túnhreinsun og girðing. Enn slíkum mannvirkjum haldið við til hagnýtra nota. Þessi rétt við fjárhúsin í Skarðshlíð. Á meðan hús voru hlaðin úr grjóti og torfi var það til hlunninda að hafa nóg af góðu grjóti skammt undan. Þeim fækkar nú fallegu hlöðnu fjárhúsunum, en hér í Skarðshlíð kunna menn enn þessa fornu byggingalist. Þessi hús bæði þurr og hlý, sé vel frá þeim gengið. Einkum þurfti að ganga vel frá þekjunni. Í hana voru notaðar stórar þunnar hellur sem þurfti að sækja alllanga leið. Síðan var tyrft yfir og húsin héldust þurr hvað sem á gekk. Eyjafjöllin hafa að mestum hluta myndast við eldgos á ísöld. Þau hafa hlaðist upp í mörgum gosum og má því víða sjá mörg berglög í hömrum sem lausir í sér. Stöðugt grjóthrun úr þessum hömrum og mörgum ferðamannunum finnst hann gæti ekki hugsað sér að búa undir þeim. Víða stórgrýtið aðeins örskammt frá húsvegnum. Samt slys fátíð af grjóthruni, enda segjast fjallamenn sofa rótt þess vegna. Þessi blómagarður í Núpakoti minnir á friðsæld og ró. Allar hættur virðast víðsfjarri og hænsnin spígsporað við stóran stein rétt við bæjarvegginn. En fyrir fáum árum sendi núpurinn hér fyrir ofan kalda kveðju niður. Bóndinn var í útihúsunum þegar hann heyrði undirganginn og leið hann kom út stöðvaðist stórgrýtið örskammt frá bæjarhúsunum. Hefði það haldið áfram, hefði hér orðið stór slys. Og skammt hér frá, á Lambafelli, gerðist svipaður atburður fyrir nokkrum árum. Þar kom heljarstórt bjarg úr hömrunum og stöðvaðist milli íbúðarhús og útihúsa. Smærri steinar flugu þekjur fjóssins og mölbrutu nokkrar þakplötur. En hér eins og í Núpakoti virtist einhver hulinn verndarkraftur hlífa mönnum og málleysingjum. Samt var það úr að íbúðarhúsi var flutt nokkur austar þar sem minni hætta á grjóthruni. Bergið í hömrunum laust í sér og veðrast á ýmsa vegu. Vatnið vinnur líka á margan hátt á berginu og fossarnir því fjölbreyttir. Þetta gljúfrabúið. Áin hefur grafið gljúfur inn í bergið. Þessi skoppar niður fjallshlíðina. Eftir árþúsundir verður kannski komið hér gljúfur. Þessi fellur þvernýft niður bjargið og ef kast á hann í mesta basli með að komast niður, enda áin vatnslítil. En niður kemst hann samt að lokum. Sumir spretta allt í einu út úr berginu, aðrir hverfa inn í miðjar brekkur. Enn aðrir steypast svo tignarlegir tugi metra niður. Þetta Seljalandsfoss, einn fallegasti foss landsins. Unnt að ganga bak við hann og ljósbrotið í úða hans getur verið undrafagur. Það mun hafa verið Seljalandsfoss sem Jónas Hallgrímsson átti við í Gunnarshólma hann hvað beljandi foss við hamra búan hjalar
á hengiflugi undir jökulrótum þar sem það gullið geyma frosti og fjalar. En frægastur allra fossa Eyjafjalla þó líklega Skógafoss sem margir telja með fegustu fossum Íslands. Á það skal enginn dómur lagður því hverjum þykir sinn fugl fagur en það verður ekki deilt að fallegur hann. Mynd hans hefur líka víða farið og verið notuð sem táknmynd í skreytingum í fjarlægum löndum. Ferðamenn fara ekki svo hér sveit að þeir dáist ekki að honum og erlendir ferðamenn telja ekki eftir sér sporin að honum. Það fagurt umhverfi skólans og hótelsins á Skógum. Hér eru hlíðarnar orðnar grösugar og hæðirnar ávalar, mestir hrikaleikin horfin en vinaleg en samt stórbrotin fegur komin í staðinn. Suður og austur af Skógum Skógasandur. Þar var til fárra ára svört sandauðn allt til sjávar. Nú það stærsta tún á Íslandi, hálft 400 hektara, eggsléttur völlur sem austur Eyfellingar heyja á. Upphaflega átti þetta að verða beitiland. Austur Eyfellingar eiga engan afrétt en beittu lengi fé sínu á Goðaland sem nú friðað skóglendi. Eftir að tún stækkuðu og bú stækkuðu einnig urðu hagaþrengsli mikið vandamál og var þá gripið til þess ráðs að rækta sandinn hjá Skógum til beitar. Það gafst ekki vel en þarna þeim mun betri slægja og nú heyja nær allir bændur Austur Eyjafjalla þarna meira og minna en nota heimaland fremur til beitar. Samstarf girðingar og áburðardreifingu en hver heyjar fyrir sig. Það mikil líf á þessu stóra túni þegar heyskapur stendur sem hæst. Þegar vel árar verða Eyfellingar aflögufæri með hey. Alltaf þurfa einhverjir þess með að kaupa sér hey, ekki hvað síst síðastliðið sumar þegar grasbrestur og óþurrkar herjuðu á stóra landshluta. Láttu þið húrra niður bara. Já. Vint í miðjuna. Fín. Get takað aftur saman líka. Takið þið svo á því alveg eins og þið getið. Þetta fínt. Þetta hey á að fara alla leið norður á strandir yfir hálft Ísland að segja má. Þið heilsa konuðinni. Blessaður. Slátturinn hefur ávallt verið mikill annað tími í íslenskum sveitum. Mikil breyting hefur þó orðið þar á við vélvæðingu landbúnaðarins. Áður fyrir gat sláttur tekið jafnvel marga mánuði. Nú unnt að ljúka honum af á nokkrum vikum þegar velviðrar og þar sem aðstæður eru bestar. Þó eru bændur alltaf háðir veðráttunni og því unnið eins og orkan leyfir þá daga sem þurrkur og slægjan sprottin. Þá fara allir sem vettlingi geta valdið út á tún og hjálpa stað. Hér erum við í heyskap í Nýjabæ undir Vestur Eyjafjöllum. Húsbóndinn dregur rakstrar og bindivél á sömu dráttarvélinni, börnin koma á eftir á annarri vél og tína bakkann upp á heyvagnin. Á Þorvaldseyri undir Austurfjöllunum þurr heyskap lokið en slegið í vothey. Þar tækninni beitt ekki síður, munurinn sá að heyið tekið laust upp á vagnin en síðan ekið með hann heim að votheysturnum. Það staðarlegt að líta heim að Þorvaldseyri og tignarlegur Núpakotsnúpurinn rís á 800 metra upp að sléttunni. Votheysverkun veitir mikið öryggi gegn óstöðugri sumarveðráttu Íslands. En því má ekki gleyma þegar rætt votheysverkun að svo blaut geta láglendtún á Suðurlandi orðið í þrálátum rigningum að ekki verið fært þau á vélum og skiptir þá verkunaraðferðin ekki máli.
Nokkrir bændur undir Austur-Eyjafjöllum hafa byggt sér graskökuverksmiðju. Þeir láta slá heyið upp í sérstakan vagn og svo rekið með það í verksmiðjuna þar sem það er þurrkað og köglað. Þegar verkunin er lokið sækja bændurnir þetta næringaríka kjarnfóður og flytja heim. Sá er þó galli á gjöfn jarðar að þurrkunin er dýr vegna hins háa orkuverðs. Þóttu tölum oft okkar ódýru orku, þá er ódýrar að nota olíu en rafmagn við þurrkunina og þykir þó flestum nóg olíuverðið. Þegar tóm gefst frá slættinum ganga smiðir til smiðju því hver stund er notuð. Ólafur í Eyvindarholti er mikill völundur hvort heldur er stóra gripi eða smá að ræða. Góðir smiðir hafa verið ómissandi hjálparhellur í sveitum frá örófialda til þeirra hefur verið leitað með margskins vandamál til úrlausnar. Eftir því sem tæknin hefur aukist hafa þeir getað tekist á við flóknari viðfangsefni enda eru þetta menn sem fyrst og fremst smíða vegna þess að þeir hafa yndi af því. Fáir njóta sumarblíðunar betur en börnin. Sennilega hafa íslensk börn leikið sér að hornum og leggjum frá landnámsöld. Börn líkja í leikjum sínum eftir störfum hinna fullorðnu. Í sveitum koma þau sér því ennþá upp búum og horn og leggir eru búsmalið þeirra. Þau byggja hús í þykjustunni og þau heyja handa búsmalanum börnin í Nýjabæ. Þetta komið. Raka hérna bara rót. Já, slá. Hvert þetta komið slá? Og rétt eins og fullorðna fólkið taka þau einnig tæknina í sína þjónustu þótt gamlar hefðir séu ræktar áfram. Annar staðar fá afakrakkar að koma á bak reiðhestunum á meðan þau eru í heimsókn í sveitinni komin alla leið norðan úr landi. Svo má skreppa í búðina og fá sér eitthvað kalt að drekka. Þessi búð á sér nær 70 ára sögu, þar af meira en hálfrar aldar í steinum. Hún er ekki stór sig 30 fermetrar en hún hefur gegnt umtalsverður hlutverki í lífi sveitarinnar þessi ár. Það var ungur maður sem hóf verslun undir fjöllunum árið 1911 og byggði þetta hús 1926. Nú eru börn hans orðin fullorðin og brottflutt og kannski er saga þessara merkilegu verslunar senn öll. Innan við bæinn Seljavelli er ein sérstæðasta sundlaug landsins. Leiðin þangað er utan í fjallshlíð undir fallegum hömrum og menn verða að skilja bílana eftir góðan spöl frá og fá sér heilsubótargöngu. Umhverfið er stórbrotið og laugin er byggð utan í hamravegg þar sem heitt vatn streymir úr jörðu. Þessi laug er komin á 7. áratuginn þótt hún hafi verið endurbætt og endurbyggð því vatnshlaup hafa spillt henni og nú stafar henni hætta af hinni undarlegu skemmdar áráttu allsnægta þjóðfélagsins því fjárvana ungmennafélag sem á laugina getur ekki haft þar stöðuga gæslu. Þótt sundlaug sé í héraðsskólanum í Skógum fer fólk gjarna heldur hingað til þess að njóta hins stórbrotna útsýnis. Aftur erum við komin að Nýjabæ. Önnum dagsins er lokið og sest að kvöldverðarborði. En unga fólkið er ekki búið að fá nóg þótt í miklu hafa verið að snúast. Ég veit ekki að svitna eins. Drekkum kaffi og svona.
Jú, ég skal leggja á með okkur aðeins. Það er fyrst. Já, sína hver er bestur. Vilt þú hérna mjólkali? Það að gefa það fyrir það. Í kvöldkulunu er lagt á gæðingana og þeir teygðir á túninu sem búið er að hirða. Eyfellingamót voru sannkallaðar héraðshátíðir áður fyrr. Þá safnaðist fólkið úr sveitinni saman og naut margs konar heimatilbúinna skemmtiatriða, söng, keppti í íþróttum og dansaði undir berum himni. Þessi hátíð var margt lík þjóðhátíð Vestmannaeyinga, en hún hefur ekki staðist breytingar tímans eins og Eyjahátíðin. Nú er frjálsíþróttamót það eina sem eftir er af Eyfellingamóti. Ungmennafélögin undir vestur og austur Eyjafjöllum keppa og þótt menn hvetji sveitungana er það allt í góðu. Það gat víst hitnað betur í kolunum í gamla daga. Þegar við ökum meðfram Eyjafjöllum sjáum við fagrar hamrahlíðar á aðra hönd, en við gerum okkur ekki grein fyrir því að undirlendið er býsna mikið. Mikið af því hefur verið þurrkað og ræktað, enda landrými dýrmætt í sveit sem engan afrétt hefur eins og til dæmis Austur-Eyjafjöllin. Á björtum sumardegi er þetta frjósóm og fögur sveit yfir að líta. Hér er veðursæld líka yfirleitt mikil. Þetta er ein af syðstu sveitum landsins og vorið kemur hingað mörgum vikum fyrr en í sumarsveitir þessa lands og hlíðarnar er orðnar iðagrænar á meðan annar staðar ríkir enn litur veturskonurs. Gróðursæld er líka mikil hér og það kunna konur eins og Kolbrún í Skarðshlíð að notfæra sér og rækta innlend og suðræn skrautblóm í görðum. Seljaland undir Vestur-Eyjafjöllum hefur ávallt verið eitt af stórbýlum Eyjafjalla. Þangað er reisulegt heimalíta og garður Guðrúnar húsfreyju er sannkallað listaverk. En þótt veðursæld sé mikil undir fjöllunum geta veður þar orðið meiri en víðast annar staðar á landi hér. Í norðlægum áttum ná byljir sér upp og þá fíkur flest sem fokið getur. Sperrur á öllum húsum eru bundnar niður, annars sviftast þökin af, samt dugir þetta ekki alltaf til. Veðurhæðin verður svo óskapleg að þeir sem ekki þekkja til trúa vart. Gissur í Selkoti er alltaf minnistætt norðanveðrið 1907 þegar hann var enn barn að aldri. Þá fauk þrefaldur foli yfir traðir á Hrútafelli, tvenna garða. Það voru djúpar traðir fyrir vestan bæinn og hann fór yfir báða garðana. Það var horft á þetta, ég sá þetta náttúrulega ekki sjálfur. En þetta var gamall hestur og ég man vel eftir honum, hann var alltaf kallaður Fognasi.
Hér hafa oft orðið miklir heiskaðar þegar mikið hefur verið legið undir af heyi. Til dæmis man ég eftir því einu sinni, við vorum að hirða út á Engjum, ég var þá í Drangslu hjá foreldrum mínum, og við bundum á 14 hesta. Kvöldið það var sýnilegt að vera að ganga upp í veður og drefum saman á 14 hesta í svokallum Helgubakka, vestan við Bakkakotsána. Og veltum öllum bökkunum saman og binduðu á hvern við annan og svo reipi utanum allt saman. Morgunnetti var ekki einn einasti baki í legrinu. Ýmist var það í jánni eða reipin fundum við á örnum fyrir sunnan. Kulla hefur þá. Já, ég man eftir því, þá vorum við að hirða hérna, eða fástu hei hérna í Selkoti. Það var norðaustan átt, hún okkur oft skæð. Og við vorum búin að fá traktor og ýttum saman þá og lönuðum og létum hegi brjótast í lönum, tókum það kannski hálfþurrt. Að mér líst ekkert á austurloftið og segi svona við Kolbeinsson minn, það ekki nokkuð vafa því að nú hín hvessir hann og þó hegið sér blautt þá skulum við bara drífa það saman í beðju. Og eftir nokkra stund þá komið ofsa rok alveg og meira að segja rakstrarvélarnar frá bæjunum hérna á Raufarfelli þær komið hérna í loftinu vestri við girðingar. Þetta þykir nú ekki sennilegt en þetta dagsatt. Það komið haust. Leikjum og störfum sumarsins lokið og Vestur-Eyfellingar hafa sótt fé sitt á fjall og reka til réttar. Réttardagurinn skipar alltaf háan sess í hugum sveitamanna og brottfluttir íbúar koma gjarna í réttirnar til þess að sjá gamla vini og rifja upp kynnin. Síðasta spölinn féð rekið eftir þjóðveginum frá Markarfljótsbrú að réttinni austan Seljalands. Féð orðið lúið og mörg kindin hefur týnt lambi sínu í löngum rekstri. Það ekki síst börnin sem hlakka til réttarinnar. Þau leita sínum kindum og þykjast heldur menn með mönnum af því að setja mörk og draga fé í rétta dilka. Svo féð flutt í heimahaga, uns sláturfé sett á bíla og flutt í sláturhúsið í annarri sveit. Það komið vetur. Sól aftur farin að hækka á lofti á þorra. Hér snjólétt en fossar í klakaböndum sína hver ástíðin Bergur bóndi í Steinum notar góða veðrið til þess að leggja ótemju og kenna henni ganga undir manni. Hér lagt á 6 metra hrissu í fyrsta sinn. Hún frelsunu vön og ekkert á því að láta svipta sig því. En vanur og nærgætin hestamaður kann tök á ótemjunni sem finnur að maðurinn vinur hennar þrátt fyrir allt
og þegar hún róast tekur hún hnarreist fyrstu sporin. Í þessari snjóléttu sveit eru hross yfirleitt ekki hýst nema þau séu í tamningu eða annarri brúkun. En þess er vandlega gætt að þau líði ekki skort. Menn aka með hey út í hagan og gefa hrossunum sem taka hraustlega til matar síns. Börnin hitta góða vini og vingast við þá. Það er þetta frjálsa og óþvingaða samband við dýrin sem sveitabörnin ein njóta. Þau alast upp með dýrunum og kynnast þeim á annan hátt en annars er unnt. Gegningarnar eru orðnar auðveldar en áður, ekki síst þar sem hey er vélbundið. Baggarnir eru bornir á garðan og hér í Skarðshlíð gengur afastrákur til gegninga með afa og föður og lærir snemma hinn réttu handtök við fóðrun fjárins. Fleira þarf að fóðra en búsmalan. Í héraðsskólanum í Skógum taka 100 nemendur hraustlega til matar síns. Héraðsskólinn er rúmlega 30. Í fyrstu var hann fyrst og fremst hugsaður fyrir Rangárvalla og Skaftafellssýslur og var þá eini framhaldsskólinn á því svæði. Nú hefur það breyst en allt að helmingur nemenda er nú undan Eyjafjöllum, hinir víðsvegar að. Þessi skóli hefur verið þýðingarmikill Eyfellingum. Hér hafa unglingar sveitarinnar ekki aðeins fengið menntun á heimaslóðum, heldur einnig kynnst jafnöldrum sínum víðsvegar af landinu. Hér hefur verið stofnað til margra kynna sem hafa fært fjöllunum nýja og dugmikla íbúa. Það skyldi því enginn gera lítið úr gildi slíkra skóla fyrir byggðarlögin, hvaða álit sem menn hafa á framhaldsmenntun yfirleitt. Skógarskóli er miðstöð ýmiss konar félagsstarfsemi í byggðarlaginu.
Nemendur fara með reglubundnu millibili í helgarfrí. Eitt slíkt helgarfrí er notað til þorrablóts fyrir íbúa sveitarinnar. Þessi forni siður að blóta þorran hefur uppsér til rúms að 9 og þorrablótin eru víða helsta skemmtunin yfir vetrarmánuðina fyrir unga sem gamla í sveitum landsins. Þá ríkir engin kynskipting í störfum hér og það eru nokkrar fjölskyldur sem taka að sér í hvert skipti að sjá hátíðina. Flestir sem heimangengt eiga koma á þorrablótið og skemmta sér. Kynslóðabil er látið lönd og leið og menn syngja, eta og drekka og eru glaðir. Alls kyns þjóðlegir réttir eru á borðum eins og vera ber, en þeir eru hinum eldri ekki neitt nýnæmi. Í þetta er maturinn sem þeir ólust upp við, en hefur að miklu leyti vikið fyrir nýtískulegri matartilbúningi flesta aðra daga ársins. Skemmtiatriði eru heimatilbúin og heimstekt gerfi eru notuð sem umgerð við mikinn fögnuð. Eftir að ganga í stúku. Ég held ég sé nú varla hægur í stúku. Og það má nú lengi endurreisa. Höldum gleði hátt á loft. Elsa sefur gaman. Þetta sefur ekki oft. Að við hverjum saman. Þarna fær hvert heimili í sveitinni sinn skammt í glæskulausu gamni og menn hlæja jafndátt hvort sem þeir eru í hlut eða nágrannarnir. Hvað gerir hann nú? Það er á stúfan auðvitað. En hvað gerir vaskraninn þegar hann er kalt? Fer undir heitakranan. Þessi var blautur. En hvernig er málsáttur þeirra hólamanna? Ekki er svo langt komið að kyssa þurfi. Og í annál ársins haldast neyðarnar áfram að fjúka. Bændur munu ekki hefja kornsölu til Rússlands fyrir að Rússar hafa dregið heri sína út úr Afganistan. Hvað fyrir kartel? Þetta er í samræmi við stefnu annarra vestrænna stórvelda. Svo gleyma menn gegningu morgundagsins og fá sér snúning í kennslustofunum. Senn kemur betri tíð með blóm í haga og brekkur Eyjafjalla verða fagurgrænar á ný.